Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnum mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Það er svolítið langt síðan að ég kom með seinasta þátt. Ég fór til London á The Knitting and Stitching Show. En þetta er sýning sem var alltaf tvisvar á ári í London. En ég held að þessi núna komni með þetta bara einu svona ári. Ég er búin að fara nokkru sinnum og alltaf verið mjög gaman og þessi sýning var alls ekki síðri. Ég tók fullt af myndum á sýningunni og keypti eitthvað svona smotterí. Var nú samt að reyna að hemja mig, það er ekki alltaf hægt að bæta á hérna hjá mér. Ég er svona að gera bara spes þátt það núna fljótlega. Þar sem ég segi bara frá þessari sýningu. Þetta tók alveg svolítið á þannig að ég var alveg í viku og eftir að jafna mig og hafði bara alls ekki orku til þess að setja út þátt. Og svo þegar ég var tilbúin í það að fara að taka upp að þá veiktist ég. Þannig að ég er búin að liggja núna heima í viku, rúmlega það. Já, en ég er búin að vera að prjóna pínulítið. En ekkert einhverja nýja hluti. Ég hef verið að prjóna bara í þessum peysum sem að ég byrjaði á núna einhvern tímann í haust. Og ég geti sýnt ykkur hérna, þessi peysa. Ég er komin sem sagt, ég er búin nánast með bólinn. Ég var bara eftir að gera að hekla stroff. Það verður svona grænt eins og þetta hérna. Og svo á ég eftir ermarnar. Þannig að ég sé svona, fer að sjá fyrir endan á þessari peysu. Og svo er ég að gera peysu, ég hélt að þetta væri peysa á Berglindi, dóttur mína. En hún er alltaf að síkka og síkka. Ég held að þetta endi með því að verða kjóll á hana. Ég er komin, ég er komin alveg svona. Hérna. Og svo þegar ég held að ég sé svona komin upp á höndum og fæ hana til þess að máta eða koma og kíkja á þetta, að þá segir hann það aðeins síðara. Þannig að ég veit ekki hvað, ég er komin með marga sentimetra núna, eins og ég segi. Ég held að þetta verði bara kjól fyrir hana. Og fer mikið af garninu mínu í þetta og ég held að ég jafnvel þurfi að kaupa eitthvað meira í þetta. Því það er að fara að verða svolítið svona fátt fína drætti. Ég er að klára suma liti núna. Og á eftir að gera ermarnar og berustykkið. En við erum alltaf svona, ég er alltaf að spá og spekulera hvernig ég gera þetta, hvernig ég ætla að hafa þetta eftir því sem að þetta vinnst áfram. Og þannig að það eiginlega bara kemur í ljós. Ég fór að spurja hana hvernig hún vildi hafa ermarnar, hún vildi allavega hafa víðar fremst. Og ekki svona venjulegar peysuermar. Þannig að, já, þetta bara kemur í ljós hvað verður. En þetta er ágætt til þess að grípa í. Þessi poki var held ég fullur af garni og hann er orðinn, það er bara svona eftir í honum. Eins og ég segi, ekkert voðalega mikið til af hverjum lit. Þetta er að verða ansi fátæklegt hérna hjá mér. Þannig ég þurfi að kaupa. Þannig að þetta verður ekki bara afgangars peysa / kjóll. En það er gott að hafa svona til þess að grípa í og prjóna bara yfir sjónvarpinu og svoleiðis. Svo dró ég fram aðra peysu sem að ég byrjaði á held ég fyrir 1 eða 2 árum síðan. Og pakkaði henni svo bara niður þegar ég var hætt að geta prjónað með svona grófum prjónum. Þannig ég lagði henni bara alveg til hliðar. En ég var að finna henni núna daginn og tók hana fram og ætla svona að fara að
reyna að klára hana og það er hérna úr Álafosslopa. Ég er búin sem sagt með búkinn upp á höndum, búin með aðra ermina og er rétt bara byrjuð á seinni ermi. Ég ætla að opna þessa, hafa hana sem sagt sem jakkapeysu, af því að Álafosslopi það er náttúrulega bara allt og hlýtt fyrir mig til þess að vera í svona heilri peysu. Þetta verður góð peysa svona bara til þess að geta farið í og úr bara eftir í hvernig hversu heitt manni verður. Hér er ég með alveg fullan poka af Álafosslopa. Þannig að, og ég var búin að gera hérna svona hnykla. Var búin að setja saman svona spotta, vinda upp í hnykil og nota hann alltaf bara í þetta og svo svona af og til að þá kannski skelli ég einhverjum lit svona sem ég finnst vanta inn á milli. Þá er ég með hérna svona doppur. Ég geng ekki frá endunum í þessu. Ég bind alla spotta saman með svona sérstökum hnút, töfrahnút, magísk hnúðu. Þannig að sem á ekki að losna. Þið sjáu hérna er einn hnútur. Hún lofar því, svo sem að ég sá þetta hjá, hún lofar því að þessi hnútar losna ekki. En það er eins gott, þegar ég fer að nota peysuna, hún fann ekki alltaf að bara spretta upp, rakna upp utan á mér. Og þú veist, og ég klippi alveg eins og ég var að sýna ykkur hérna hnútinn. Að þá klippi ég alveg, eins og þið sjáu hérna, og klippi ég alveg spottana alveg upp við hnút. En í því sem ég er að gera fyrir berglindi, hérna, að þá bind ég bara svona venjulegan hnút og ég ætla bara að leyfa spottunum að vera svona, eða þú veist, endunum. Ég ætla ekki að ganga frá endum, ég bara leyfi þeim að vera. Og hún er alveg meira en sátt með það. Þannig að það er nú ekki það skemmtilega sem ég geri það að ganga frá endum. Sérstaklega ekki þegar þetta eru mörg hundruð enda kannski í verkefni. Þannig að þetta verður svona öðruvísi. Ég hef voða lítið saumað undanfarið. Ég hef ekkert komist í gírinn við saumavélina. Er svona að finna með verkefni og er að svona taka til og setja hérna svona í bunka eitthvað sem að ég þarf að klára og svo annað sem að mér langar að vinna í og er að finna svona ýmislegt. Það er eins og ég fann hérna efni sem ég hélt að væri bara efnisbútur. Nei, þá er bara mín búin að sníða þetta í svona ból, hlýraból. Þannig að þetta bara bíður þess að vera saumað. Og þannig að þetta er komið hérna í bunkan sem að ég þarf að vinna úr. Þannig að vonandi þá get ég bara farið að setjast við saumavélina og fara að vinna eitthvað úr þessu. Það er svolítið mikið af verkefnum sem kalla á mig í því. Ég var svona að byrja með námskeið núna, bjóða upp á námskeið og það er námskeið í því að þæfa svona litla engla. Ég er búin að vera að gera þessa núna í nokkur ár og selt þá, en núna ákvað ég bara að ég ætlaði bara að bjóða upp á námskeið í þessu og það datt mér í hug að það væri kannski saumaklúbbar eða vinkonuhópar sem að langaði kannski að eyða einni kvöldstund með mér og gera 2 svona engla, þannig að hver og einn gerir 2 engla og þá annarkvort að ég komi á staðinn eða þá að koma hingað til mín og þá þarf ekki endilega að vera hópur ef þið langar að koma bara. Ertu ekki með fleiri með þér að þá er ég alveg til í að setja saman. Ég bjóð upp á það að koma til mín og gera svona. En þetta er sem sagt
og sætir englar. Mjög einfalt að gera þannig að þið þurfi ekkert að kunna neitt. Það þarf ekkert að vera neinn kunnátta fyrir. Það er mjög einfalt að þæfa þetta og svo er hægt að skreyta þá. Þið sjáu hérna þeir eru ekki skreyttir eins, þetta eru perlur sem eru saumaðar á. Og ég er með alls konar perlur þannig að það er hægt að skreyta þetta alla vegana. Það eru nánari upplýsingar á Facebook síðunni Gunnhan þar sem að ég seti inn auglýsingu þetta. Það er hægt að skrá sig þar í gegnum þá síðu eða hafa samband við mig. Hér á eftir kemur viðtal við hennar Sögu Sif Gísladóttur sem að ég talaði við núna fyrir haust. Hún útskrifaðist sem fatahönnur frá Listaháskóla Íslands vorið 2021 og ég hef verið að fylgjast með henni svona núna í nokkur ár og það er mjög skemmtilegur hlutir sem hún er að vinna að og alveg nýtt að sjá lokalínun hennar. Þar notar hún svolítið mikið hnýtingar á annan hátt heldur en við erum vanar að sjá. Við erum vanar að sjá hnýtingar í vegghengjum, utan blómapotta og annað, en þarna er hún að búa til föt og þetta er að hnýta flíkur. Mjög spennandi og flott sem hún er að gera og við spjöllum saman bæði námið hennar og hvað framtíðin ber í skauti sér. Og svo segir hún líka frá verkefni sem hún vann með Gallerí 17. Þar sem hún hannaði vöru og var síðan framleidd fyrir þá búð og seld þar og það er verkefni sem gekk rosalega vel. Þannig að þetta var mjög gaman að tala við Sögu og fá svona aðeins að kíkja á það sem hún hefur verið að gera og verður gaman að fylgjast með henni í framtíðinni. Hún hannar sem sagt, hún er með síðu á Facebook sem heitir Sage. S-A-G-E og ég set það hérna fyrir neðan hvar þið getur fundið hana á Instagram og endilega að fylgjast með henni. Ég spái því að hún er eftir að gera marga góða hluti í framtíðinni. Hún fær mjög fínar og flottar hugmyndir. Takk Saga fyrir að koma og koma í smá viðtal hjá mér. Já, þetta er bara gaman. Já. Ef við byrjum bara á, við kynnum sem sagt þegar þú ert í Listaháskólanum með verkmyndi. Já. Þú útskrifast vorið 21. En svo voru ég og Berglind vorum alltaf saman í líka FG. Já, alveg rétt. Hún útskrifaðist árinu á undan mér en við gerum línurnar á sama tíma. Já. Þannig við erum alveg búin að þekkja svona, var svolítið gaman að við hefðum komið mitt, þetta var 5 árum eftir útskrift hjá mér eða eitthvað sem að við byrjum á sama tíma í Listaháskólanum. Já. Það var óskaman. Já, ef við bara byrjum á lokalínuðinni. Já. Og ef að þú kannski sendir mér myndir, af því, svona hvernig þetta er á líkama, eða Já, bara heildinni. Já, en þú komst með 2 flíkur. Já. Af því að, varstu fram á, þetta var svona. Já. Vá, hvernig þungt. Það er alveg gríðarlega mikið magna af bæði efni og gafni og það er alveg svona alls konar, ég er ekkert að nota bara hefðið í gafni í þessu. Nei. En þetta byrjar aðalega með, ég var að gera makrami og var að leika með svona með bara vegghengi og svoleiðis og hefur rosalega gaman að hnútum og ég var þannig aldrei komist í það að hekla eða prjóna. Nei, ok. Þannig að bara eitthvað svona, hef alveg gaman að því en þetta fannst mér alveg bara... Þarna fannstu þig? Þarna fann ég mig. Já. Og ég hefði alveg viljað gera meira af þessu. Já. Og þetta kom eiginlega svolítið seint í hönnunarferlinu. Já. Þannig ég hefði eiginlega viljað gera alla línunum mína úr þessu. Já. En hún er í bland bæði þetta og saumaskapurinn líka. Já. Og í heildina var ég bara rosalega ánægð með útkomuna. Já, einmitt. Og þeir náttúrulega voruð allan veturinn í hönnunni og því öllu. Já. Og það var einmitt að við byrjum alveg bara frá haustinu
En svo ekkert farið almennilega í þetta fyrir eftir jólin og þú veist, vinnan sem bara bak við þetta tekur svo ótrúlega langan tíma. Og svo bara svona, þú veist, verður maður svolítið að leyfa bara efninu að ráða. Ég var aldrei einhvern veginn búin að skissa upp þessama útkomuna. Ég bara vissi einhvern veginn ekkert hvert þetta myndi taka mig eða neitt svoleiðis. Og það líka sko, leið og byrjar að vinna, að þá svona kemur, þú veist, koma fleiri pælingar og allt það, er það ekki? Jú, einmitt, ég sko byrjaði, þessi græni fyrsti sem ég gerði þarna, sem þarna til þér. Já. Þannig að hann svona, ég myndi segja að hann væri svona mest svona frekar, þú veist, röf. Mér finnst ég sjá svolítið ferlið í honum, bara hvernig hann byrjar hérna. Það byrjar þetta frekar bara hefðbundið, bara hnýta og svo bara svona hvað ég get alltaf gert meira og meira eftir því sem líður niður á flíkina. Þannig erum við komið bara í stóra hnúta og meira gatn. Þannig að þú bætir við gatni og allt það? Já, bara bætir við hnútum og svo bara misjafnt. Að þetta þykkara og svona. Og hérna flott hérna aftan líka. Eða þetta ekki, jú, þetta er ekki svona. Jú. En ég var rosa hrifin, ég hefði eiginlega viljað núna komið meira en ár frá útskrift. Þá hefði ég alveg viljað vinna meira í þessu. Já. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt og þetta gera svo mikið, bæði stjöppur líka bara einhver óhefðbundin vegghengi og svoleiðis. Já, einmitt. Akkurat. En hann ætla vissulega svo mikil tími á baku allt. Bara prjóna og saumaskap og allt svoleiðis. Já, akkurat. Þannig að mitt svo ótrúlega gaman hvernig þetta kemur hérna niður. Já. Það var ekkert með einhvern veginn eitthvað allt annað heldur en hérna uppi, sko. Byrjar svona einfaldara og svo eins og segir þetta, svo þróaðist þetta í fleiri hnúta og meira gatn og svona. Já, og svo þetta eru 4 flíkur sem ég er með í þessari línu sem eru svona hnýtar. Já. Og ég reyni alltaf að gera eitthvað aðeins öðruvísi með hverju og eina. Eins og í appelsínugulu þá er ég með, þetta er svona bygginga. Já, ég ætlaði einmitt að aðeins að, veitum við. Rosa þungt, sko. Það setja þetta svona, af því að hér eru þræðir, það sést hérna. Já. Að þetta er bara sem þú hefur fengið í byggingavarverslun. Já, ég fekk þetta bara í Bíkó. Bara til að fá, þú veist, einmitt í þessari þá fæ ég miklu meiri bygging út af því ég er að nota svo hart efni undir. Já. Og þá náði ég einhvern veginn að búa til miklu meira form að framan og svona. Já. Og svo ég prófaði líka að vera með vír og alls konar. Það var svolítið erfitt að vinna með það. En svo sér maður líka hérna undir endan, þú veist hvað hérna, það kemur svo, þetta er gríðalegt magn af gafni. Já, einmitt. Og efni sem fer í hérna flíkina. Og svo hefur eins og hérna þá rekur upp. Já, bara til að fá okkur svona skemmtilega áferð og... Það er líka svolítið gaman hvað kemur svona glansinn. Já, einmitt. Það var eitthvað, ég prófaði einmitt bara mismunandi gatn, en þetta gaf mér rosalega skemmtilega sko svona, bæði líka þú veist glansinn sem kom inn í þetta. Já, einmitt. En þú varst líka að sauma og... Já, þetta tengdi svona saman út af því að flíkurnar sem ég geri venjulega eru rosa, ég vinn mikið með teygjur og mikið með hreyfingu í flíkum og vill rosalega mikið að það svona bæði að það passa svona nokkrar stærðir og þá er kannski þetta að toga flíkina þannig að þú veist það er þetta nýta hana svolítið og ég tók það eiginlega bara frá þú veist mínu hönnunarferli inn í þetta og þaðan komu, þannig byrjaði ég að vinna með böndin. Já. Þannig að hina flíkurnar í línunni eru allar svona þegar þetta toga er einhvern veginn saman eða þær eru með teygju eða eitthvað svoleiðis þannig að það sé aðeins svona smá svona tenging á milli. En svona eftir að hugsa þá hefði ég alveg viljað tengja þetta aðeins meira. Já. Þú veist? Já. Bara kannski þú skera flíkurnar og tengja það einhvern veginn niður í eitthvað svona og svoleiðis. Eða bara vinna alveg með þetta. Mér fannst þetta var svona síðasta útkoman sem kom úr öllu ferlinu. Já. Og hún kom svolítið seint.
en ég var gríðarlega ánægð með þú veist, þessa útkomu, þannig ég hefði viljað vinna bara ennþá meira og bara sjá hvað ég hefði getað farið út í, hefði ég fengið hálft ár í viðbót. Þetta er alltaf, þetta með hönnunarferli, þú ert alltaf að fara lengra og lengra eða þú veist, fá fleiri hugmyndir og svona sko. Einmitt, og að maður getur einhvern veginn bara tekið, þú veist, eitt svo stundum bara er þetta bara búið og maður bara byrjar á nýju. En þetta, ég hefði alveg getað, hefði ég fengið ár í viðbót í skólanum, þá hefði ég getað bara tekið þetta og bara flogið með þetta. Alveg, svona eiginlega bara hversu leiðilegt það er, þú veist, líka þegar maður er búinn með skólan. Þessi síðustu mánuðir eru rosalega erfiðir. Rosa vinna, mikil vinna, ég sé bara mikil vinna og svo bara andlegi þátturinn og allt að bakvið. Og þá er svo oft sem að maður bara svona stoppar vinnuna um leiðan hún er búinn og ég hefði alveg bara viljað taka hana upp aftur, sko. Þú átt eftir að gera það. Já. Heldur það ekki? Jú, það var líka bara einmitt maður bara að skoða möguleikana í því. Þú veist, kannski er einmitt hægt að sækja um einhverja sjóði eða eitthvað svona og setja upp sýningu eða eitthvað. Og það bara fara betur út í það. Þú veist, því að þetta er allavega að ég hef ekki séð þessa útgáfu af makkrami vera að nýta einhvern veginn. Þannig að ég held að ég geti gert rosalega skemmtilega hluti með þetta. Líka bara einmitt ef ég fengi að þróa þetta áfram því að eins og í þessum 4 flíkum er bara svolítið svona sama konseptið, þú veist, hvert get ég svo farið lengra, þú veist, er það teppi eða vegghengi eða þetta að gera svo mikið, sko. En þú varst ekki bara að vinna lokalínuna á seinasta árið. Þú fórst nú í svolítið mikla vinnu þess fyrir utan. Ég var hérna að byrja 2020, þannig árið á undan, þegar við lokuðumst þarna inni í COVID. Að þá fórum við öll náttúrulega bara heim og fórum að sauma eins og svona og svo fengum við vorum 10 saman nemendur og sumir útskrifaðir sem fengum hönnunarrými á Laugaveginum. Og þar fengum við bara sumarið þarna, bara sumarið, ég held sem 2020, alveg potið. Sumarið árið við útskrifumst og þá fengum við bara frjálslegt rými, þetta var frábær. Þú veist, það mætti alveg vera miklu meira af þessu að bjóða upp á bara þetta og þá máttum við bara gera það sem við vildum í rýminu og fólk að koma inn og skoða og svona. Já, þetta var bara, fólk gett bara inn á götunni og það máttu bara kaupa eða skoða eða vorum með alls konar keramík og grafík og alls konar í þessu hönnunarrými og við nýttum þetta alveg í botn, sko. Ég held ég að við verið þarna bara 10-12 tíma á dag. Þetta er bara æði. En þarna eftir þetta þá í ágúst þá hefur Gallerí 17 samband við mig og biður að hvort ég vildi gera línu fyrir jólin og ég var bara rosalega til í það. Svolítið mikið vinna með skólanum þarna. Mér finnst þetta líka svo gaman út af því ég var að þau í skólanum að þau voru til að taka sjansinn. Á bara ungum henni sem var ekkert alveg, ég var ekki útskrifuð eða neitt svoleiðis. En þá höfðu þá séð þá að þú vart að gera hvað kallar maður, blússur eða þá höfðu séð það hjá þér og vildu fá eitthvað í líkingu við það eða þú veist? Já, ég mátti og þau gáðu mér eiginlega bara alveg fullt hönnunar, þú veist, ég réði eiginlega bara öllu í því ferli. Þú veist, ég kom bara með og sýndi þeim og svoleiðis og svo fórum við bara yfir hvað gat farið betur og eitthvað svoleiðis. En ótrúlega gott samstarf þarna og gekk rosalega vel og þá ég lærði líka alveg helling. Er það ekki? Jú, bara líka eitthvað svona framleiðsla og svoleiðis, það er svo lítið það á Íslandi að það er svo, hvað heitir það svona, það er svo erfitt að hugsa þetta og þetta er svo langt frá manni. Þetta er svo gríðarlega stórt konsept og þarna til dæmis fékk ég bara kost á því að búa til svo ótrúlega, þú veist, bæði mikið magn og bara svona, þú veist, að fá að stjórna svolítið ferlinu sjálf og efninu og svoleiðis og þá bara og vita hvernig það funkar allt, þú veist, að hanna flík og setja hana svo í framleiðslu, þú veist, að þú hefur náttúrulega verið alveg með í því ferli. Já, bara sem þú voru að senda bara svona fram og tilbaka og ég fikk alveg að stjórna bæði stærðunum og hvernig bara svona eiginlega þróunarferli fór í gang og þetta var eiginlega bara, ég myndi segja bara allt annað skóli, sko.
ég lærði þarna, þetta var bara eins og annar kurs í skólanum. Já, lærði helling af þessu. Akkurat. Og ég vona líka bara að þau hafi fundið að það sé gott að vinna með hönnuði. Já. Og farið þá bara áfram í eitthvað svoleiðis og gera þetta bara meira því að þetta hjálpaði mér líka gríðarlega bara í mínu bara persónulega sem merki og svoleiðis. Já, einmitt. Og þetta gekk vel? Það var góð sala? Já, þetta gekk rosalega vel. Þetta er eiginlega bara svona, þú veist, maður veit aldrei. Nei. Ég vil aldrei vita og þetta gekk ótrúlega vel og við fórum bara í svo annað samstarf sem kom svo aftur eftir ár og gerðum bara mjög svipað um að ég fekk að gera bara aðra línu og bara sama samstarf og í sömu frálæðslu og svoleiðis. Það gekk líka bara rosalega vel, bara ótrúlega gaman. Það var rosalega gaman að fylgjast með þér, þú veist, hvað þetta gekk vel og svona, flotta flíkurnar. Þetta var líka bara frábært, þú veist, fyrir ekki útskrifuð úr skólanum og bara, ég gæti keypt þessa auglýsingu eða líka bara þessa vinnu. Þetta var rosa hark en ótrúlega gaman, sko. Og þá eins og segir, sko, þú veist, þetta var á loka árunum þínu, þannig að það hefur verið ekstra vinna, þú veist, ég veit svona nokkurn veginn hvað er mikil vinna, af því að ég náttúrulega fylgdist með hvernig Berglind var að, þú veist, hvað var hjá henni og hvað þá að vera svo að vinna þetta líka. En hvað svo eftir útskrift? Eftir útskrift held ég held þetta í við okkur flest, að við lögðum bara svolítið saumaskapinn niður. Og það var bara svolítið þessi nokkur mánuði og bara búin að sauma streit í 3 ár og endalaust hönnunarferli sem það tekur líka bara á hausinn og svoleiðis. Og það voru alveg nokkri mánuði sem ég tók bara svolítið og gerði bara eitthvað annað. Og sem var bara líka rosalega gott. Þegar svo þegar maður byrjar aftur að sauma þá er þetta svo, maður þarf alveg að hafa gríðarlegt passion fyrir öllu sem maður er að gera. Bara til að hafa gaman að því. Og eins og núna, þú veist, ef ég er að sauma heima, ég er með bara svona, bara litla sauma aðstöðu heima hjá mér, þú veist, að það sé, að mér líði ekki eins og ég sé að vinna. Það skiptir svo miklu máli. En ég er bara búin að vera að taka bara svona lítil verkefni og lána flíkurnar í dansvídeó og tónlistarmyndbönd og eitthvað svona og þú veist, reyna að fá mér finnst allavega svo gaman því ég vil að nota gildi í flíkinni sem meira. Þú veist, það er svo leiðilegt ef þetta hangir bara eitthvað hjá mér að ég vil frekar að fólk fá þetta bara í láni og geti nýtt þetta í fallega myndatökur eða þú veist, jafnvel ég hef hugsað að hvort að þú veist, maður ætti að byrja bara með svona leigu. Þú veist, þannig að fólk geti nýtt þetta bæði bara ívent eða brúðkaup eða eitthvað svona þess bara eins og það er búið að vera að gera. Ég held að Berglind hafi verið með spjöru. Hérna núna Hönnunarmars. Því að spjara það er svona leiga. Og bara frábært koncept. Þetta er bara, af hverju ekki? Þú veist, það er rosalega leiðilegt að hugsa það að fólk kaupi kannski flík á fullt af pening og ætli bara að nota þetta svo einu sinni. Þannig að ég vel alltaf svona, ég held að það geti verið rosalega góð bara svona framtíðarstefna hjá mörgum að bjóða upp okkur svoleiðis. Og líka bara með umhverfissjónarmið og allt það, þú veist. Þú veist, sem skiptir líka bara gríðarlegu máli. Og fólk eru örugglega alveg til í, en það er alveg hægt að þvo flíkur og það er hægt að nýta þetta svo vel. Það er ekki bara búnar eftir einn þvott eða svona. En mér er svolítið gaman að þessum hnýtingar, sko, því ég hef verið að sjá svona hér og þar myndir. Ég var hei, þetta er eftir sögu! Þetta er svo skrítið, þetta er svona pínu einkennandi. Það er skemmtilegt, en það var líka bara eitthvað líka á litirnir eru svo ótrúlega svona catching. En ég væri einmitt til í að vinna svo miklu meir úr þessu. En svo líka kannski byrja ég heima og ég er kannski bara í marga mánuði því að þetta tekur svo langa tíma. Þú veist, og alveg bara eins og með alls konar prjónaverkefni og hnýtingar og eitthvað svona. Þetta er kannski, maður er kannski fljótar að vinna þetta með tímanum. Vinnur upp eitthvað svona þor. En svo er bara svo gríðarleg vinna og líka bara efniskostnaðurinn. Þú veist, sko, fyrir hvað væri ég að gera þetta? Ég þurfti svolítið að finna tilganginn með því. Þú veist, er þetta bara fyrir mig eða ætla ég að selja þetta eða sína eða eitthvað svona, þannig að ég þarf svolítið svona að leggjast í það, sko. Já, og svo er það líka að selja. Það er nú svolítið höfuðverkur að selja það sem maður er að búa til. Það getur verið það, já. Að nú eru kannski komin á svolítið hátt eða svona,
En samt sko, þú veist. En það bara, því að það eiginlega hægt að selja allt. Já. Þú veist, það bara, og list list og hún á bara svo mismunandi við, þú veist, eins og bara mín list, fólk kannski koma til mín fyrir mína list og svo þín fyrir þína list og svona. En svo líka alltaf bara svo erfitt að verðleggja og allt þetta, þú veist, allt. Ég held að það sé það erfiðasta sko sem að gera, það að verðleggja sína hönnun. En, já, og líka bara það að fólk sé tilbúið að borga, þú veist, það kostar efniviðurinn í þetta. Já. Og alltaf tíminn og allt þetta sem fer í hlutina. Og maður kann eiginlega bara ekkert að, ég hefði alveg vilja, nú ég nokkuð vissum að ég fór ekki neitt kurs hvernig við ætlum að gera þetta í skólanum. En það hefði alveg mátt fara aðeins meira út í það, þú veist, hversu mikið erum við virði? Já. Þú veist, hvar erum við að byrja? Og þú veist, ég veit að það alltaf hægt að byggja ofan á og reyka meira og svoleiðis þegar bara gæðin eru komin inn og vinnan og svona. En ég hefði samt alveg vilja vita bara eitthvað svona, ok, þú veist, þetta það hvernig þú reiknar út, hvers verðið þú ert. Svo pluss náttúrulega komin kannski fyrirtækjakostnaður og vaskurinn og tímavinnan og allt svoleiðis, þú veist, þetta borgar leigu, starfsmanni, þetta tikkar allt einu, sko. Já, algjörlega. Þú veist, og það bara svona, þetta allavega ekki, ég man ekki eftir að hafa lært þetta í skólanum eitthvað svona fyrir. Já, þetta alveg svolítið frumskóður. 100%, það er erfitt, sko. Að komast í gegnum þetta og ákveða og svona, sko, finna út úr hvað er réttlátt verð og svona, sko. Þú veist líka bara að finna hennan gullna milliveg, þú veist, hvað er of mikið og hvað er of lítið og allt svoleiðis. Þetta er einmitt bara, þetta er örugglega mesti hausverkurinn. Það er skemmtilegi hluturinn að búa til flíkina og allt hönnunarferðilega bak við það. Og svo bara svona, hvað ætlum við að gera með þetta? Þú veist. Koma þessu frá þér bara. Og einmitt bara svo líka, þú veist, maður getur sótt sér alls konar auglýsingar með því að lána flíkurnar til dæmis. Þú veist, lána þetta í myndatökur eða eitthvað svona og búa til svona auglýsingu. Reyna að gera þetta aðeins svona, bara búa til auglýsingu því að það er svo mikið á netinu í dag. Og það er náttúrulega úr samfélagsmiðlandi, er það ekki svona helsta til þess að koma sér á framfærið? Ég held bara allt. Það bara, en líka bara samskiptin eru svo mikið í gegnum samfélagsmiðla. Þannig að samskiptin við til dæmis bara að lána flíkurnar eða, þú veist, vinna í samstarfi við einhverja tónlistafólk eða eitthvað svoleiðis. Þú getur gert svo mikið með samskiptin þar og þau fara svo vel saman með svona, þau eiginlega fara hraðar og betur fram heldur en í e-mailum allavega. Þú veist, það sem mín upplifun. Þú veist, ég hef prófað að vera með e-mail og þetta gengur samt bara miklu betur á samfélagsmiðlum því að það er einhvern veginn allir þarna og eiga þarna allan veginn. Og það er svona dum. Þetta er bara svo þú sést að eiga bara saman samfélagur. Svo fljótt að gerast. Það er svona bara að hringja eða eitthvað. Já, ángríns. En þetta er alveg mjög stærlega með komið samfélagsmiðla að það hefur alveg klárlega hjálpað með listina. Bara hvernig maður ætti að koma henni frá sér og svo skiptir einmitt bara auglýsingin sem skiptir svo miklu máli sem bara myndirnar, hvernig tekum maður vídeóin og myndirnar og allt svona, þetta er bara persónlegt fyrir hvern og einn, þú veist hver er minn stíll og hennar stíll og svoleiðis. Bara hvernig vilt þú koma vörunni frá þér. En þetta er allt skemmtilegt, þetta er líka gríðarlega krefjandi. En ég er rosa spennt að ef þú fer að halda áfram með nýtingarnar og sjá hvað verður úr því. Já, ég náttúrulega að fara í núna smá orlof. Já. Þannig að ég gæti kannski fara að nýta. Þannig að ég gæti verið gaman að nýta tímann í nýtingar eða eitthvað svoleiðis. Og ég veit ekki, sækja svo kannski hönnunarstyrk upp á að fá kannski að setja upp sýningu eða eitthvað. Þú veist hvað og gera eftir í fæðingarorlofinu og eftir fæðingarorlofinu. Þannig að það getur líka verið mjög spennandi. Ég á alveg smá gatn eftir, þú veist, og var að hugsaði alltaf, mér langaði alltaf að gera svo mikið með það. Þannig að ég geti alveg hugsað mér að gera það núna. Frábært. Prófa eitthvað nýtt. Já. Ég er að horfa á þetta, þú veist, að mér finnst þetta bara, ég er alveg heilluð af þessu. Ég er alveg bara, ég gæti ramma þetta inn, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Er það ekki? Jú.
Það bara svona ef þetta væri ekki flíkur og ef að ég myndi taka þetta einhvern veginn í sundur að búa bara til mitt. Bara bekkengi inn í stofu. Já, einmitt. Það er svo ótrúlega gaman sko. Þetta er aðeinslegt. Ég er alltaf spennt að fá svo að fylgjast með þér. Hvað verður í framtíðinni? Það er alltaf svona sama óvissan en það gerist eitthvað og það verður bara gaman. Og það er gaman að því sem útskrifast þarna, því ég náttúrulega fylgdist svona aðeins með ykkur, að sjá svona hvað þið eru að gera og svona þú veist. Við erum líka öll bara svo ólík. Þetta var góður hópur sko. Rosa gaman að bara svona fylgjast einmitt með það, menn allir að gera bara sitt og þetta er svo gríðarlega mismunandi, hönnunin og efnisvalið og allt þetta, og allt sko. Þannig að svo einhvern veginn klikkuðum bara svo ótrúlega vel saman sem hópur. Og bara gaman að sjá hvað verður í framtíðinni, maður verður samt líka bara að passa að njóta þess ferlisins ekki vera alltaf að bíða eftir eitthvað gerist. Ekki vera að hugsa eitthvað lokað takmark eða eitthvað svona sko. Þú veist bara eitthvað, mig langar að opna búð eftir 10 ár og það er ekki bara orð og það passa að njóta líka bara hvað er að gerast núna. Og því að kannski eftir 10 ár þá langar mér ekkert að fara í þetta. Það breytist. Já, og það er líka bara svo mikil þróun í bara eitthvað svona, það er ekkert rosalega mikið að búðum. Það gæti verið að færast bara meira á netið eða kannski líka koma upp bara svona eins og hönnunarstúdíó þess að fólk getur bara labbað inn, þú veist þessu þetta koncept sem var þarna sem ég var í ár 2020 þú veist bara eitthvað svoleiðis, þú veist það er margir sem eru konum með bara svona stúdíó saman og það finnst mér rosalega spennandi að vera bara í svona skapandi rými, ég finnst það alveg bara geggjað, þú veist, og það þarf ekkert endilega að vera bara þáttahönnur, grafík og myndlist og alls konar, bara dans, bara hvað sem er. Þá bara fann maður svona eins blástur frá öllum og svolítið bara eins og maður er í skólanum. Ég veist, ég mitt vantar það svolítið svona eftir útskrift og ég og Gerða höfum alveg talað um það og Berglind líka, að þú veist, það vantar bara svolítið svona, þú veist, ef ég er að gera þetta bara í einn stofu, þá vantar mér svolítið bara samtalið. Algjörlega. Og svona feedback og svona, þú veist, Já, það er svo gott og gott líka bara, þú veist, að sjá hvað hinn er að gera og kannski læra bara eitthvað draum eða aðferð eða eitthvað svona, þú veist, maður getur alveg fundið þetta á netinu en það er bara svo gott að sjá. Algjörlega. Og fá, þú veist, og svona kannski einhverja öðruvísi vinkla, þú veist, hinnir sjá eitthvað annað. Einmitt, líka bara eins og Berglind, þú veist, margar óhefðbundnar svona skemmtilega leiðir. Og bara, við hef aldrei dottið í þetta. En það er svo gaman að þú veist, þetta er bara eitthvað, ég vissi ekki eins og þetta væri til. Nei, akkurat. Þú veist, þarna kom ég bara allt annað skóli. Bara að læra eitthvað af samnemundum. Algjörlega. Þegar við erum líka við erum með svona mismunandi bakgrunna. Þú veist, í hönnun og svona, sumir er búin að fara í annan nám og sumir ekki og bara, listin er svo geggjuð. Hún er það. Yes. En heyrðu, Saga, takk kærlega fyrir að tala við mig. Já, bara æði. Takk sömuleiðis. Já, það var gaman að tala við Sögu Sif og sjá allt það sem hún hefur verið að gera. Þessar nýtingar sem hún er að vinna að, sem hún setur í flíkurnar, mér finnst þetta alveg meiri háttar. Og þetta líka sýnir sko leiðum að fyrir að gera eitthvað smá, að hvaða vindur upp á sig og maður fær fleiri hugmyndir, öðruvísi hugmyndir og þetta þróast alltaf bara eftir því sem að verkið vinnst áfram. Og eins og hún var að tala sko, ef hún hefði byrjað á þessu fyrr, að þá hefði jafnvel allar flíkurnar verið nýttar. En hún alltaf bara hafði ekki tíma í það þarna fyrir vorið. Þar sem hún var ekki búin að ákveða að nota hnýtingar þarna bara strax í byrjun ferlisins. Þannig að hún hafði ekki tíma til þess að gera fleiri en þessar sem hún gerði. En þetta lofar góðu. Ég vona að hún eigi eftir að halda áfram og finna nýjar leiðir til þess að nota hnýtingar í makrami. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst fljótlega.